Já, þeir eru sest hjá okkur Lára Ómarsdóttir og Ómar Ragnarsson feðginin. Það kannski rétt í byrja að spyrja þig, Ómar, aðeins út í Rúna Júlíusson, þú þekktir hann. Þetta var sérstakur karakter sem sérst af því að ég var með, og búinn að vera með knattspyrnulið í meira en 30 ár sem heitir Stjörnulið. Þar fara menn út og inn því að menn verða að vera þjóðþekktir. Þetta eini maður fyrir utan okkur bræðurnar, mig og Jón, sem spilaði frá upphafi til enda alla leiki, það var sama hvað hann var veikur. Hann sagði, ef þú selur mig, þá hérna líti ég því, en meðan ég ekki seldur, þá spila ég. Svo kom hann til Vestmannaeyja einu sinni, var þá nýbúinn að fara í hjartafræðingu og þá náttúrulega sá maður að bjöllurnar voru farnar að hringja. Ég segi, Rúnar ætlar að spila, já. Ég segi, Rúnar, ég sel þig aldrei. Þá sagði hann, nei, en það geti kannski farið hins vegar þannig að ég er kallaður út af og svo gerði hann svona með hjartar. Hann hafði sérstakann húmor, en hann sagði, þá líka ef ég ánæður, því þá myndi ég fara á flottasta stað sem ættir að hugsa sér. En reyndi var annar flottari stað og það var sviðið. Já. En þú nefndir einmitt á hann að hann hefði ekki átt neina óvinni, nei, eins og það kom fram. Það kom fram hann. Hann átti enga óvinni, þetta var svo mikið mannur. Sammála því. Þetta var bara ótrúlega karakter hann Rúnar. Enda söng hann lagið Þú ein og allan tímann við brúðkaupin sem hann eitt gat sett þessa tilfinningu í það. Nú enginn til að syngja það eins og hann. Nei. Lára, aðrar fréttir vikunar, hvað finnst þér svona standa upp úr? Ég veit ekki, Davíð lítið náttúrulega að vera, þetta svolítið skemmtilegu leikur hjá honum. Tala við einhvern héraðsblað og einhvern gamlan aftalað blaðamann sem hann hefur náði, ég veit ekki hvað fann hann. En þetta kemur mér fyrir sjóni svona eins og hann hafi kannski bara verið að grínast eitthvað. Ég held að Davíð sé bara einhverju, hann sé bara eitthvað að skemmta sér í Seðlabankanum og leiðist eitthvað aðeins að vera ekki alveg nóg mikið í svisljósinu og svo kemur hann með eitthvað svona, laumar einhvern svona húmor út. Og ég, þetta að náttúrulega koma aftur í stjórnmál, fyrir að fyrsta, ef hann myndi gera þá er ég nú aðeins hrædd að hann myndi samféra fjölda fólks til að kjósa sig og kannski er það ekki eitthvað sem við viljum, en ég held samt að hann hafi ekkert verið að meina það endilega. Ég held að hann hafi bara verið að grínast í blaðamannum eitthvað. Hvernig finnst þér að... Mér finnst þetta sem stendur upp úr núna og það er ósvarað, hvað gerðist, hvaða samtöl eru þetta? Það er bankaleyndi við því, það fær enginn að vita það. Hann er eins og brittspílara sem heldur svoleiðis upp við sig spílunum. Hann er með samtöl sem að skýra allt út samskipti Breta og Íslendinga og núna er hann komið með eitthvað fund sem að hann og Ingibjörg geta einu sinni komið sér saman hvort það hefur verið í júní eða júlí. Það er ekkert að koma sér saman hvað var sagt og ef hann hefur sagt þetta þá sagði hann bara 2 Íslendingum frá því að bankarnir myndi ekki þola áhlaup. Og var það ekki í einhverju hugsanlegu viðtali sem enginn mann, nei, símtali sem enginn mann eftir hvernig átt sér stað og eitt segir fundur og annars segir símtal. Hvað segir Geir? Er hann sammála Ingibjörgu? Eða er það að þegar Geir segir ég treysti þessum manni fullkomlega, er það að segja Ingibjörg bara man þetta eitthvað vitlaust? Ég tel að þeir leggja spilin á borðið svo ég tala nú bara Brits eins og Davíð. En Geir sagði það í dag aftur á móti við mbl.is að þetta hefði komið fram í símtali við Davíð. Nú var það þannig. En hann myndi ekki hvenar eða hvaða símtali eða hvers vegna var hringt. Það bætti við sérst einu símtali við hinn. Já. Og aftur ítrekkaði Geir það að hann treysti við Davíð. Já. En er þetta ekki með burtið frá því hverri hlut? Er þetta ekki orðið ansi bagalegt? Þessi sandkassaleikur, hver sagði hvað, hvenar og einhver segir eitthvað. Mér finnst þetta bara að vera orðið neyðalegt, maður bara fyrir að róðuna þegar þetta fólk kemur í fjölmiðlum. Maður er svolítið þreyttur á þessu. Æjá, hvenar, og meiri segja stjórnarflokkarnir, þeir geti ekki einu sinni verið sammála um eitt og það er bara einn að segja, meiri segja innan flokkarna. Sumir vilja kosningar, aðrir ekki, sumir segja að það hefur verið fundur og aðrir þess að það verið símtal og maður er bara orðin alveg ringlaður. Getur þetta fólk ekki bara fyrir að vinna? Talandum að roðnaði þú þegar þú last þetta sem þú er búin að finna þetta? Já, ég er búin að finna þetta dásanlega tíma sem heitir Króníkan og þetta var eitt af þessum tæri snill. Ég ætla að spyrja einu. Hvað er sameiginlegt með Frankenstein og Icesave? Hvort ekki var tær snild hjá þeim sem byggu það til. Og þar af leiðandi bera báðir ábyrgð á því. Þetta kerfi sér hrundi hérna. Það var tær snild, en það var bara Frankenstein. Frankenstein átti að vera einn fullkomni maður og var ofriskja. Það er það sem við upplifum núna. Það er Frankenstein í efnahagsmálum. En hérna sé dásanlegt viðtal við Sigurjón Árnason. Hann segir þá sem að hafa ráðið þær. Sú kynslóð
sem ég tilheyri hefur aðlist við mikið fjálsræði en einnig mikla vinnusemi. Þessi kynslóð fór út að leika sér á mótnana, var hann allan daginn, kom ekki heim fyrir hún var kölluð í mat, hún taldi að allt væri hægt og að því leyti til var hún algjörlega hömlulaus. Þetta að lýsa þessu betur? Hannes segir hérna, Smárason, ég sel hlutabréf og hagnast 100 krónur á því, þarf að borga skatt af hagnaðinum. Nei, ég þarf þess ekki. Ef ég endur fjárfesti 100 krónur í öðrum hlutabréfum, get ég frestað því að borga skattinn. Ég get í raun haldið áfram út í óendanlega og þarf aldrei að borga neitt skatt. Og segi hérna upp að ég bara í fjárfestingum, ég hef engan áhuga á flugrestin. Og svo einn enda skemmtilegur sem þú varst með hérna rétt á lokum hér. Já, hann segir hérna við kaupum fyrirtæki sem voru skuldsett, borguðu skuldirnar, bankarnir fjármögnuðu afgangi svo seldaði með gróða. Bankarnir fjármögnuðu, þetta að dásamasta lýsingin. Það hefði engum dott í hug að gera þessar hluti sem við erum að gera, nema fólki sem veit engan við hvað það að fara út í. Og þetta á prenti? Þetta á prenti í krónikunni og þeir sem gaf út þetta blað vissi heldur við engan við hvað voru að fara út í. Gat verið að þú var með þetta? Ég hérna með kreppu vasaljós. Já. Og það þannig að það er engin batteri. Maður bara getur bara svona. Við erum að fara út í þetta. Veistu hvað, það svolítið gjörbreytt þjóðfélag. Þetta hefði ekki verið hægt fyrir nokkrum mánuðum. Gefa út disk með Kristinn Sigmundsson og öllu genginu, 20 hljómlistamenn, topp stúdíó, topp músík, til styrta fyrir mæðrastyrksnefnd. Allir gefa allt, stúdíóin, dreifingaraðilarnir, framleiðendur, allt saman. Birta, styðjum hvert annað. Fyrsta lagið, styðjum hvert annað, kreppulag, síðasta lagið, manstu gömlu jólin, kreppujól. Átti engin pening að það voru bestu jól sem við lifað. Og þetta er fyrir Samkenndin komin aftur? Samkenndin er komin aftur í þjóðfélagið. Samkenndin sem rauk út gluggan hérna upp úr 2000. Já. En Lára, þú ert búin að vera að ferðast svolítið út um allt land. Já, næstu því. Með þín frábæru kreppur á. Með þín kreppur á. En þau ganga nefnilega svolítið út á þetta líka að muna bara eftir okkur sjálfum og fólkin í kringum okkur og því góða í líf okkar. Við erum ekki alltaf að einblína á þetta neikvæða. Heldur reyna að halda í það jákvæða og ég til dæmis tek sem dæmi í mínum fyrirlesturum að þegar við vorum að tala um kreppujólin einhvern tímann frá því gamla dag að þær jólagjafir sem til dæmis standa upp úr frá mínum eiginmanni til mín, þær kostuðu ekki neitt. Það eru gjafirnar sem hann bjó sjálfur til. Ég tek sem sagt til dæmis einjólinn þá langaði mig gríðarlega mikið í gítar. Og ég kann ekkert að spila á gítar, það var eiginlega aukatriði, mér langaði bara í gítar, mér finnst eitthvað flott að eiga hann og svona. En hann kostaði 15.000 og við vorum búin að ákveða það að hjónin að vera ekkert að gefa svona dýra gjafir. En á aðfangadaga þá er sem sagt undir í trénu, heima hjá mér, svona eins og svona stór pakki sem er í laginu eins og gítar. Og ég er svona fyrir að velta mér býtu keypti hann einhvers konar barnagítar eða leikfangagítar eða hvað er þetta. Og þegar ég opna, að þá hefur minn maður sem vanalega er ekki handlaginn, þá er hann búinn að taka, og það var heldur ekki þess merki að hann væri handlaginn. Þá var hann búinn að taka mandarínukassa og spýtu, negla hana við, strengi eitthvað snæri og teikna eitthvað dreng og búa til gítar. Og þú spilaði öll jólin? Ég var aldrei spila, það er ekki hægt að spila á, það er aukaðatri, það var ekki það var bara það, hann langaði greinilega til þess að gefa mér gítarinn, það er það sem ég er að reyna að segja. Við þurfum ekki alltaf að eyða öllum þessum peningum til þess að gleðja hvort annað og við erum að reyna að muna eftir þessu. Og muna eftir, og þetta er það sem stendur upp úr allavega mínu jól, það er alltaf svona gjafirnar. Steinarnir og miðin sem stóð með, ég vildi þetta væri demantar. Þetta segir miklu meira heldur en eitthvað sem kostar pening. En Ómar, Já, ég var í Afríku, svo ég bara fylgis eftir og ég á þetta, ég ætla að gera Afríku þá sem að fjallar einmitt með þetta sama. Þetta er glaðasta fólk sem við hitt, fólk sem var að hrynja niður alnæmi og hungri og það var útilega, þá tók eitt drengurinn upp svona gítar, hann getur hann Haukur smíða svona gítar, hann smíðaði þetta úr bensínbrúsa og spýtu og spilaði á þetta bara eins og Presley. Já. En hvernig er það, Ómar, er þetta uppeldið? Af því að hún er svo ótrúlega jákvæð alltaf og alltaf búin að vera blöðan, ég missi vinnuna, er þetta svona, og hún er alltaf jafn kát og glöð. Er þetta... Þetta er eina leiðin fyrir að komast í gegnum þetta. Ég tek núna... Hans? Ég held að spyrja hann uppbóltið. Ómar er ekki... Ég óla hann ekkert upp. Nei, þú ert alltaf jólasveinabúning. Mamma, ég segi það sko, mamma kendi mér það að það þýðir ekkert að vera að væla yfir einhverju hluti. Það gerir okkur bara ekkert gott. Og það er svona, mamma hefur, ég man ekki eftir mömmu kvartandi nokkuð tíman
bara alla mína æsku og ég heyrði hana aldrei kvartandi nokkur sköpum hlut nema kannski einstöku sinni hún sagði æ, ég geti ekki tekið upp úlpöndur og hengt þær upp eitthvað svoleiðis en þú veist, hún kvartaði aldrei þegar bjátaði á hún bara gekk í verkin og leysti vandann og það er svona eiginlega það sem að, hérna, ég er svona að reyna að segja fólki að gera og eins að vera undirbúin núna bara strax að það geti farið illa í fjármálum skiljiði mig. Ég til dæmis geri fjárhagsáætlun fram í tíman, 1 ár fram í tíman. Bara eins og ég væri að reka fyrirtæki og ég endurskoða hann hver mánaðamót, skoða hvort eitthvað hefur breyst og ég er bara búin að gera ráð fyrir því núna til dæmis að ég verði bara atvinnulaus út árið bara til þess að vera þá undir það búin. Ég er ekki að segja ég ætla ekki að leita mér að vinnu eða ég ætla ekki að fara að vinna, heldur ég ætla bara að vera með þetta allt saman á hreinu og vera búin að gera ráð fyrir því. Þá kemur mér heldur ekkert á óvart og þá lendi ég heldur ekki í því einn daginn að sitja mánaðamótin og reyta mér hárið því ég veit ekki hvernig ég á að borga reikningan. Ég er búin að gera planið. En Ómar, hvernig er það með þig? Ætlar eitthvað að hjálpa jólasveininum núna þessu jólin? Já, ég ætla að það er að vera undirbúar jólaskemmtun á Ingólfstorgi sem verður aðra hvora helgina næstu. Ég hef ekki komið nálægt þessi mörg ár. Ég gróf kassan niður með skegginu og þetta. En ég er að bæta við þetta sem hún segir að fólk spyrir mig hvernig ferðu út úr þessu og þá get ég eiginlega tekið undir með Akureyringum sem sagði þegar maður spurði að þessu blessaðu verstu, ég átti ekki neitt fyrir og ég held bara mest að því eftir. Og ég segi að framkvæma hlutina, og nú er ég komin í pólitík, þetta var 1. desember, nú erum við að breyta einu, ekki að vera með untouchables við stýrið. Meiri hluti þingmanna er í öruggum sætum. Það er að breyta þessu í einum vetfangi í kosningalögunum með því að hafa persónukjör, kjósandinn krossar á kjördegi í kjörklefunum og raðar. Það er hægt á þess að breyta nokkuð stjórnarskrá og taka 5%. Það er að gera svo margt ef að viljinni fyrir hendi. Já, þá þarf Alþingi að samþykkja að gera það og það er náttúrulega kemst ekkert þar í gegn. Já, en það er svo mikið munur að gera eitthvað. Ég vissi það, við gætum ekki stoppað ykkur. Við verðum að stoppa núna. Við verðum bara heim. Það er auðvitað búið að setja Íslandsmet í orðafjöldu. En bara takk kærlega fyrir að koma, það var gaman að fá ykkur.